Já, komið sæl aftur. Við erum hér í gistiheimilinu Árbóli og hér allt að gerast. Uppbyggingin eins og þið hafið fylgst með á fullu á Húsavík og hérna í húsinu á móti þar fann ég konu sem Inga, þú ert bara á buxunum og ég eiginlega dróði út með málingarrúlluna í annarri, sko. Hvað ertu að gera við þetta hús sem var nú talið ljótasta húsið á Húsavík? Þetta svolítið litli ljóti andarunginn og orðinn mjög gulur og fallegur í dag. Hvað ætlarðu að gera við? Við erum veitingahús í Naustið og við höfum verið í leiguhúsnæði síðastliðin 5 ár og sá samningur að renna út. Já, Naustið sem niður... Já, sem niður við Höfn, já. Og þá náttúrulega, við vorum ekki tilbúin að hætta. Nei. Gekk rosalega vel og vinsæll staður og fyrst það rosalega gaman, fyrst og fremst. Og þannig að við vorum ekki til í að hætta og það ekkert mikið húsnæði að velja sem hentar veitingastað og við vorum að úrkula vonar og þá rakst Ella, sem meðeigandi minn og mákona, rakst á Sel í fasteignaauglýsingunum. Þetta gamla hús hérna hinum megin götuna. Sem heitir Sel? Heitir Sel og byggt 1930 eða 31, það svolítið misjafnt, þetta heimildum. En það leit náttúrulega skelfilega út. Sáuð þið í það? Já, náttúrulega vetur og svona og bara einhverja myndir, ég fyrir sunnan að skoða myndir á netinu og bara urðum æsispenntar. Komum svo og fórum inn og fengum að skoða og við vorum bara, já, vá, þetta rosalegt maður og við kunnum ekkert gera svona og svo liðu nokkrir dagar og við bara gátum ekki hætt að hugsa húsið. Þetta var eins og koma heim. Þetta var hús með sál sem kallaði á okkur. Algjörlega. Þannig að við bara fórum út í þetta og demdum okkur í það að kaupa þetta gamla hús. Hver átti þetta? Þetta var sko maðurinn sem bjó í því síðast, Sigurður Brím, fulltrúi sýslumanns. Og hérna merkilegu maður og margar sögur á honum. Hann hefur verið kominn á Hvamm hérna á Elliheimilið 8 eða 10 ár síðan. Já. Enginn búið þarna allan þann tíma og það var sem sagt hans ættingjar sem við kaupum af. Já. Hvað var það fyrsta sem við byrjuðum á því að gera? God. Við fórum í kjallarann og það var bara, ég snerist bara hringi, ég vissi ekki hvar ég átti að byrja. Það var alls konar rusl og drasl og moldargólfa hluta og kol. Hvað er það? Alls konar og gat eftir hænsnagatið og allt þetta og sem betur fyrir var ég með... Ertu ekki leikmyndahönnuður? Jú. Kolofnin á bak við hús, hann verður notaður í eitthvað. En það var svolítið átak að byrja á því og losa allt út og síðan bara okkar dásamlega fjölskylda og vinir mættu og við handmokuðum 70 tonnum af jarðvegi og möl út í kjallarann því við þurftum að lækka. Já. En við fengum lána færiband hérna í fjárhúsi. 70 tonn? Það eitthvað svona óyfirstíganleg tala í mínum huga. Bara skóflur og hjólburur og 1 færiband. Skítafæriband úr fjárhúsi. Já. Og þannig að hvernig staðan núna? Þú ert á fullu ennþá? Jú, þetta allt að koma. Og núna þessa dagana við erum búin að vera svo lengi inni og það er búin að smíða og byggja við húsið og þetta allt svona einhvern veginn. Og svo núna þá kom bara svona stóru hlutirni, sko. Já. Kemur nýtt þakjárn, kom bara veggir í krana og svona, og þannig að nú, lok hvers dags að þá maður bara, vá, taka vegg og svona stóru hlutirnir að gerast. Gluggarnir koma tilbúnir og sérsmíðaðir eftir gömlu gluggunum. Þannig það alveg farið ofan í smáatriðin þó þessi stóru hlutirnir. Við reynum að varðveita allt, hvern einasta gólflista og geregt og hurðarnar eru æðislegar. Gamla málaðar hurðar og við reynum allt sem við getum að varðveita það sem var. En hvernig svona næstu skref? Þú sefur nú lítið örugglega þessar nætur? Jú, sef alveg ágætlega. En jú, það náttúrulega í mjög mörg horn að líta og mikil tími í símanum og rettingum og alls konar. En við erum með frábæra verktaka hérna Norðuvík sem eru hér á staðnum og þeir eru náttúrulega bara kraftaverkamenn. Já. Og það eiginlega alveg sama hvað ég bið þá sko. Já, heldur þú að hringja í því núna? Já, ábyggilega.
En það er eiginlega alveg sama hverju ég hendi þá, þeir geta gert það. Já. Og þeir bara svona stoppa og hugsa smá stund. Svo er þetta bara þetta. Já. Hvenær ætlar að opna og þið? Bara morgun. Nei, við erum að spá í sennilega verður að 4. júní. Já. Og þetta verður komið þá með við ganginn, sko. En það trúðu því nú fáir þegar við byrjum. Hvað tekur þetta langan tíma allt í allt? Við fengum húsið afhent miðjan febrúar. Hvað ertu að segja? Já. 4 mánaða kraftaverk? Já. Og þá verður bara brett upp ermum og farið að elda fisk loksins. Já, jú. Og þá ferðu bara inn í eldhús? Já. Já. Ég er samt að vona við klárum ekki allt. Það er svo leiðilegt þegar allt er búið. Já. Ég er reyna að geyma svona sumverk. Ætlar kannski að hafa eina hliðina eftir. Þetta er svona þetta gula hús alveg stíl. Já, þetta er spurningum að mála og næturfrost og annað. Við gripum tækifærið 1 sólarhring og náðum að mála 2 hliðar. Spáin er nú svo góð núna. Já. Svo kemur þetta og það er... Við erum ekki mikið fyrir að kaupa allt tilbúið. Nei. Við viljum bara að hlutinni gerist svona í takt við húsið og takt við okkur og við förum með okkar gamla innbú og svo erum við búin að fá ýmsa gjafir. Já. Fólk kemur í heimsókn og kemur ljósakrónur sem var í þeirra gamla húsi og... Vill sjá þetta lifna á ný. Já, og alls konar hlutir sem við höfum fengið frá fólki. Og svo sést bara, kemur ljós hvernig það raðast inn og... Á þetta heita sel eða á þetta heita nöstið? Þetta heitir nöstið, en það er í seli. Já. Og húsið mun náttúrulega alltaf heita sel. Já. Og er þekkt hér sem sel. Hlakka til að koma í sumar, kannski á mærudagana og fá góða súpu hjá þér. Já, endilega. Bara gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir það. Og ég vona ég hef ekki truflað þig of mikið í verkið. Það er fínt að fá smá kaffipásu. Já, og við sjáumst hér á eftir.